We're gonna give it little time, little time, little time, little time. Gonna give it little time. Smá tíma fyrir fólk að koma inn á Grace Church. Like always. Like always. You're the team, you're the church, so I have to wait a little bit for you to come on. So ég verð að bíða smá stund eftir að koma inn á. Vona predikunin í gær hafi verið ykkur til blessunar og við gefa ykkur smá visku í gegnum það. Hope that God gave you some wisdom through the words I spoke yesterday from Solomon. We wrote Solomon 12 and 13 yesterday, and I'm going to read today. I'm going to read from Solomon, the wisdom of Solomon. I'm going to read chapter 14 today. We're going to have it a little bit short today. Wait a minute. Thursday today. Alright, doing all the things here. See, I have everything here. So, a little bit harder when you're doing the things alone. Try to fix the things here. So okay. Okay, now people are starting to get in on this. Okay. So, Guðni, yndislegt að sjá þig. Stundum yndislegt að sjá okkur hér á Grace Church. Guðni, þú ert Guðni, gaman að sjá þig. Okay, so I'm going to start this with a little prayer on this wonderful Thursday. And everybody say amen on this beautiful Thursday. Or they say amen on some yndislegt fimmtudag. Faðir, ég bið að blessa þá sem að hlusta hér í dag. Faðir, ég bið að koma visku þinni áleiðis, inn í huga og hjörtu þeirra sem að hlusta. Og með þessu orð í dag
verða þeim til blessunar og eigir þú sína ástina hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. 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 And may these words be a blessing to the people that are listening here today. And may you fill their minds, their hearts with your love, your beautiful spirits, and fill them with your wisdom. In Yeshua name, amen, amen, amen on this beautiful Thursday. So I'm going to start now. I'm going to read from chapter 14 today. I'm going to have it a little bit short today. Okay. Chapter 14, Wisdom of Solomon. Svo annar sem hyggur á sjóferð, þegar hann leggur til hafs íðaröldur, þá ákallar hann sig til hjálpar feigsnari við en farið sem ber hann. Farið hefur gróðfíkni hugsað upp en listin sem smíðaði það var speki. Forsjón þín, faðir, stýrför þess. Þú hefur jafnvel lagt veg hafið og öruggan stíg öldurnar. Þannig sýnir þú að þú megnar að bjarga úr hverjum háska svo að einnig sá sem ekki kann að sigla áræðið borð. Þú vilt ekki að verk speki þinnar séu ekki nýtt. Þess vegna treysta menn vesalestu fléttum fyrir lífi sínu og hafa komist þó að þeir færa sólina sæ á fleka í fyndinni. Þegar dramblátu risarnir fóru sást út til þess að von heimsins komst undan á flegi og lét framtíð eftir afkomendur. Blessaður sá viður sem stuðlar að réttlæti þínu, en bölvaður viðurinn sem gerður af mannanna höndum. Og sá sem gerði hann teldi myndina og hið forgengilega var kallað Guð. Guð hefur sömu andstyggð á guðleysingjum og guðvana verkum hans. Báðum verður refsað, smíðin og smiðnum. Hegningin mun koma yfir skurðgoð heiðingjana, þau heyrðu til sköpun Guðs, en urðu viðstig ásteytingar steins sálu manna. Snarum fætur fávísra, gerði manna höndu sem gerði hann teldi komst vestur framtíðin eftir afkomu. Blessaður sem viðstuðar réttlæti og bölvaður viðurinn sem gerður af
mannanna höndum og svo sem gerði hann teldi myndina hinn fórgefnu og var kallað Guð. Guð hefur sömu aðstöðu guðlýsingunum og guðverkum hans. Báðum við að refsa í smíðinu og smiðunum. Hegningi mun koma yfir skurðgoð heiðingi að þau heyrðu til sköpun Guðs en urðu viðstig og ástefningarstein sálu manna. Snara fætur fávísara. Uppaf hjáguðdýrskunnar var að menn hugsuðu upp skurðgoð þegar þau urðu til spilltu þau lífi manna. Enda voru þau hvorki frá upphafi né munu þau vara aldur. Fyrir tóma ímyndun komu þau í heiminn og þess vegna þeim búinn skjótur endi. Faðir sem bugaðist af sorg yfir ótímabæru missi barns síns lét gera mynd af því og tók nú að tigna hinn látna sem Guð. Síðan setti hann hjúum sínum laughelgar og vígslusvið. Með tímanum festist þessi guðlausi siður og var haldinn sem lög. Einvaldur buðu dýrkun á skurðlíkneskjum þar sem þeir voru sumir hverjir svo fjarri, menn gátu ekki auðsynt einvaldinu sjálfu lotningu sína. Þess vegna gerðu þeir þekkjanlega mynd af kónginum sem tigna barn til þess að þeir gætu kappsamlega smjaðra fyrir honum fjarstöddum eins og hann væri nærstaddur. Metnaðargirnd listamannsins laðaði jafnvel fávísar til ákafara þátttökur í dýrkuninni. Enda neyddi hann hæfni sinnar og fegraði myndina. Vísast til þess að þóknast valdhafanum, yndisþokki myndarinnar hreif menn svo að þeir álitu þann heilaga sem litu fyrir hefði verið tignaður sem maður. Þannig beygðu þeir sig undir ógæfu og harðstjórn með því að gefa stokkum og steinum það nafn sem aðeins einn ber. Þetta var mönnum til falls. Afleiðingar hjátískunnar ekki satt við það að þeir færu villivegar þekkingu og Guði. Vantekinn þeirra leiddi af sér friðarvana líferni en samt nefna þeir slíkt böl frið. Þegar þau iðka barnamorð við helgihald og launhelgar eða halda tryllingslegar annarslegar óhófsveislur, þá hvorki líferni þeirra né hjúskapur framar óflekkaður hver myrðir annan með svikum og svífir að hann með hjúskaparbroti. Alstaðar veður upp blóm og morð, þjófnaður, vélbrögð, spilling, sviksemi, róstur, mannsæri, áreitni við góða menn, vanþækli, sörgun, sálna, kynvilla, hjónabandsriftingar, hórdómur og saurlífi. Dýrkun skurðgoða sem ekki eru nefnd á nafn upphaf alls ills, orsök og takmark. Annaðhvort æðamenn í ofsketti, fara með upplogna spádóma, lifa ranglætlega eða tvítóna ekki við að fremja mannsæri, þeir treysta lífvana goðum, búast ekki við endurgjaldi fyrir rangan eiða, en réttláta refsingu munu þeir hljóta fyrir hvort tveggja, bæði rangar hugmyndir Guð og fyrir að aðfylla skurðgoði, sverja mannsæri með svikum, fyrirlíta hið heilaga, enda það ekki máttur þeirra sem svarið við sem ætíð kemur niður á misgjörðir rangað, heldur réttvís dómur yfir þeim sem synga. Í Jesú nafni, amen, amen. And now I'm gonna play this in English for you. So listen to this.
skill. But thy providence, O Father, governeth them. For thou hast made a way in the sea, and a safe path in the waves, showing that thou canst save from all danger. Yea, though a man went to sea without art, nevertheless thou wouldest not that the works of thy wisdom should be idle. And therefore do men commit their lives to a small piece of wood, and passing the rough sea in a weak vessel, are saved. For in the old time also, when the proud giants perished, the hope of the world, governed by thy hand, escaped in a weak vessel, and left to all ages a seed of generation. For blessed is the wood, whereby righteousness cometh, but that which is made with hands is cursed, as well it as he that made it. He, because he made it, and it, because being corruptible, it was called God. For the ungodly and his ungodliness are both alike hateful unto God. For that which is made shall be punished together with him that made it. Therefore even upon the idols of the Gentiles shall there be a visitation, because in the creature of God they are become an abomination, and stumbling blocks to the souls of men, and a snare to the feet of the unwise. For the devising of idols was the beginning of spiritual fornication, and the invention of them the corruption of life. For neither were they from the beginning, neither shall they be forever. For by the vain glory of men they entered into the world, and therefore shall they come shortly to an end. For a father, afflicted with untimely mourning, when he hath made an image of his child soon taken away, now honoured him as a god, which was then a dead man, and delivered to those that were under him ceremonies and sacrifices. Thus in process of time, an ungodly custom grown strong was kept as a law, and graven images were worshipped by the commandments of kings, whom men could not honour in presence, because they dwelt far off. They took the counterfeit of his visage from far, and made an express image of a king whom they honoured, to the end that by this their frowardness they might flatter him that was absent, as if he were present. Also the singular diligence of the artificer did help to set forward the ignorant to more superstition. For he, peradventure willing to please one in authority, forced all his skill to make the resemblance of the best fashion. And so the multitude, allured by the grace of the work, took him now for a god, which a little before was but honoured. And this was an occasion to deceive the world. For men, serving either calamity or tyranny, did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name. Moreover, this was not enough for them, that they erred in the knowledge of God. But whereas they lived in the great war of ignorance, those so great plagues called they peace. For whilst they slew their children in sacrifices, or used secret ceremonies, or made revellings of strange rites, they kept neither lives nor marriages any longer undefiled, but either one slew another traitorously, or grieved him by adultery, so that there reigned in all men, without exception, blood, manslaughter, theft and dissimulation, corruption, unfaithfulness, tumults, perjury, disquieting of good men, forgetfulness of good turns, defiling of souls, changing of kind, disorder in marriages, adultery, and shameless uncleanness. For the worshipping of idols not to be named is the beginning, the cause, and the end of all evil. For either they are mad when they be merry, or prophesy lies, or live unjustly, or else lightly forswear themselves. For insomuch as their trust is in idols which have no life, though they swear falsely, yet they look not to be hurt. Howbeit, for both causes shall they be justly punished, both because they thought not well of God, giving heed unto idols, and also unjustly swore in deceit, despising holiness. For it is not the power of them by whom they swear, but it is the just vengeance of sinners
that punisheth always the offense of the ungodly. In Yeshua, Emmanuel name, amen, amen. Við Guð blessa Hildur og Valgarð, Fórsetinn sjálfur kominn á og Stefán og Böðar. Við Guð blessa ykkur. Yndislegt að fá okkur hér á. Það er alltaf gaman að fá svona æsku vinir hérna á. Hvað þá fórseta? Gylfi, æsku vinur minn og bræður hans. Yndislegir. Elsku ykkur. Ég elska þig Gylfi minn og elska þig. Svo við köllum fórsetan. Það er bara einn fórseti og það er Gylfi. Og hérna, ég hef lítið tíma í dag, svoleiðis að ég ætla að bíða með frelsisbænin í dag. I'm gonna wait with the salvation prayer today and I'm gonna do that tomorrow. But we always take the Lord's Prayer, and like on Grace Church, we have the original prayer that Yeshua Emmanuel taught us, and because he doesn't lead us into temptation, he keeps us from temptation. And that's the original prayer that he taught us, and that's why we have the original, the Lord's Prayer that he taught us. So I'm gonna start going with that in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And keep us from temptation, so that we may stand against it. But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. In Emmanuel, Yeshua name, amen, amen, amen. Og núna ætla ég að fara með faðirvorið á íslensku. Faðirvor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Í Emmanuel, Yeshua name, amen, amen. You're the church. We had a little short today, so I'm gonna make maybe a little pitch tomorrow, preaching, and but we let just God take care of the things. I hope you enjoyed the time here with us, and you are the church. And but remember, always, guys, be good to your wives, be good to your husbands, be good to your children, pray for your family,
love your neighbor like yourself, and love your enemy like yourself, and then God is going to bless you because we all are the children of God. There is no exception. The only difference between a Christian person who has received God and a person that hasn't heard maybe about God or is somewhere in the wilderness and he has never heard about God, he's 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 going to heaven, and we all going to heaven. And the thing is, like when you are a believer, you can pray to him, you can ask him to help you, and he will answer your prayers, and he can help you with what you are struggling with and what you're dealing with in your life. And that's the good thing about being a believer, and then God can help you. En Óli, elska þig, elsku bróðir, og eindislegt að hafa þig á. Og ég þakka fyrir samsverðustundina hér í dag og vonaði hafi notið hennar og ég mun sjá ykkur á morgun. Á morgun, we're gonna see us together. We're gonna come here together tomorrow and spend a little time, talk about God and spread the good news. And remember, share the gospel. And when you share it, it goes to more people listen to the word from God. Like we here on Grace Church, we are gonna go through all the 88 scriptures from the original Bible, and that is what I'm doing. That's why I'm reading from the Wisdom of Solomon, and then I'm gonna go, and we are gonna go through all the scriptures. We're not gonna skip anything from the scriptures, and may this be a blessing to you, like for us. And we love you here from Iceland, og við elskum ykkur hérna á Íslandi, og elsku ykkur, elsku vinir mínir, og yndislegt að hafa ykkur á, og mig Guð svo sannarlega blessa ykkur, því munið Guð elskar ykkur og hann þjónar ykkur. Hann okkar fyrsti þjónn. Þú ert eiginmaðurinn, þá ert þú annar þjónninn í röðinni sem átt að þjóna konunni þinni, og svo þjónum við Guð, maðurinn og konan, við þjónum börnunum, því þeirra Guðs ríkið og þeim á bara vera þjónað, því við eigum bara sýna eins og Guð að við elskum þau. Og takk fyrir á þessum yndislega fimmtudegi, og may Guð bless ykkur. And like always, amen on this beautiful Thursday. Amen á þessum yndislega fimmtudegi. Og ég elsku ykkur öll. Og may þetta hafi verið blessun fyrir ykkur í dag. Amen, amen.
what is going on? Just doing something.